Hæ, ég heiti Viktoría, ég verkfræðingur og hef unnið að stöðum umbótum núna í yfir 10 ár. Mér langar aðeins að tala í dag mælikvarðatöflur. Mælikvarðatöflur eru mjög mikilvægar töflur til þess að taka stefnu fyrirtækisins og koma henni niður þannig að hver og einn starfsmaður hugsi það sem ég geri hefur áhrif á stefnuna. Ef ég geri þetta, þá gerist þetta. Þegar ég að innleiða mælikvarðatöflur, þá byrja ég að skoða stefnu fyrirtækisins og ég byrja að skoða hvernig hefur deildinni gengið þegar ég er að vinna með deild og ég skoða hvað hefur gengið vel og hvað hefur gengið illa og svo byrja ég að halda vinnustofur með starfsmönnum. Ég kynni það fyrir stefnunni og hvaða mælikvarðar eru og svo spyr ég hvernig hafið þið áhrif á þessa stefnu. Út frá því þá búum við til í rauninni töflu sem er með því hvernig deildin hefur áhrif á mælikvarðana. Það er mjög mikilvægt að tengja vandamálarannsóknir til dæmis við mælikvarðatöflu vegna þess að þú vilt ekki hafa töflufundi þar sem allt á rauðu og enginn gerir neitt. Þá spyr maður sig til hvers ég að mæla þennan hlut. Þannig að verið með skýrt af hverju þið að mæla hlutina og ef þið á rauðu þá verðið að bregðast við. Ég geri það bara með 2 línum. Hver var ástæðan fyrir því að vera rauðu og hvað ég að bregðast við. Ef þetta er vandamál sem að taka lengri tíma þá geri ég að 3 sem tengist því. Það sem líka hægt að hafa á mælikvarðatöflunum til dæmis hjálparkeðjur, reynda að leysa vandamáli í svona langa tíma og svo að tala við næsta og svo framvegis. Það er líka hægt að hafa þjálfunarmatrixuna yfir allt svæðið, þannig þá er búið að lista upp hvað deildin þarf að kunna og hver kann hvað, þannig ef það vantar starfsmenn þá er auðveldara að balansera deginum. Það er hægt að hafa skilaboð, það er hægt að láta fólk tjekka sig inn og segja hvernig þið líður. En eins og ég segi, þegar ég að halda svona vinnustofur, þá er ég ekki búin að ákveða hvernig taflan lítur út. Ég byrja á að tala við starfsmenn, koma með eitthvað tilgátur á mælikvörðum, síðan rissum við töflun upp og prófum okkur áfram. Síðan prófum við töflufundi og athugum, var tilgátur okkar rétt, voru þessi mælikvarðar virkilega þeir sem voru að hafa áhrif á loka mælikvarðan. Þegar taflan hefur gengið upp í nokkuð tíma, þá fer maður að pressa á það að fólk sé að bregðast við, það sé að leysa fleiri vandamál og helst vill maður það að ef fólk í deildinni næri ekki að leysa vandamálið þá getur því varpað því upp á næsta level sem er forstöðumannataflan og ef þau ná ekki að leysa vandamálið þá varpað þau því upp á framkvæmdastjórnar level og það á að vera coaching á milli allra levela. Hversu ertu að mæla? Það fer eftir hvað ertu að mæla. Ef þú ætlar að halda fundi daglega þá verður að hafa mælikvarða sem hreyfast daglega. Ef þú hefur mánaðarlega mælikvarða, þá getur bara brugðist við einu sinni í mánuði. Þannig það er gott að hafa það í huga. Ef þú getur haldið daglega fundi og mælikvarða sem eru meaningful daglega, þá myndi ég absolutt gera það. Ef ekki, þá myndi ég hugsa allavega 2-3 viku. Varðandi mælikvarðana, þá oft talað leading og lagging indicators. Og við viljum reyna að hugsa, hvað getum við mælt áður en eitthvað verið til? Ef við tökum sem dæmi starfsmannaánægju. Þegar starfsmannaánægjan hefur verið mæld kannski eftir mánuð, þá er ekkert sem getur gert í henni. Það er bara komið, niðurstaðan er komin og svo verður að vinna út af því. En ef við verum að reyna að auka starfsmannaánægju, þá myndum við hugsa hvað hefur áhrif á starfsmannaánægju og mæla það. Þannig það getur til dæmis verið fjölda viðburða sem eru haldnir í fyrirtækinu. Þannig að hafa þetta í huga þegar þið eru að setja ykkur mælikvarða að vera ekki bara með þannig mælikvarða þeir sína loka stöðu. Heldur reynda að hugsa hvað hefur áhrif á þá mælikvarða og mældu það. Á að vera gulur, rauður og grænn á mælikvarðunum hjá mér þegar ég er að mæla eða með töfluna. Ég var alltaf með gula, en það sem gerðist var að gula fór alltaf að stækka vegna þess að hvað gerir á gula? Þú þarft kannski ekkert endilega bregðast við. Þannig að ég núna tók út gula og annarkvort ertu á rauðu eða grænu. Annarkvort er þetta í lagi eða ekki. En auðvitað er það fyrirtæki sem ákveður það, en hvað þýðir gult? Ef þú sér gult á ljósunum, þá ertu annarkvort að fara hraðar eða hægja á þér. Þannig að það er ekki augljóst hvað að gera. Þannig að ég tók það út.